heitir Sun Doesn't Shine og með, Klanga Russell. Hún ég sé bara rétt með. Fyrir ekki, hvernig framburðurinn á þessu? Klang Carousel. Og lagið Sun Don't Shine. Já, það svona, þegar það er fenginn 40 sköllóttur maður til að vinna á FM 957, þá getur hann ekki borið fram öll listamannanöfnum á stöðinni, því miður. En ágætis lag, en við þurfum því miður að lækki því að klukkan er orðin 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan mánudaginn. Það er 9. september og við erum sestir í stúdíóið ég og sjónvarpsmaður ársins, King Björn Bragi, verður velkominn. Aðeins humast. Takk. Já, ég er í stuði í dag, en ég ætla að gefa þér King-nafnbótina. Það er góður í dag. Já. Hvernig ertu þennan drottinn stýrðar mánudaginn? Eru kóngurinn í fítn í dag? Það er alltaf gáð þegar mennur er sammáluð þessi King. Já, ég get ekki neita, ég er kóngurinn. Kóngurinn er bara nokkuð góður. Já. Ég er ágætur, ég er enda svolítið þreyttur. Nú? En ég held að ég mun hressast og vakna svolítið við að sitja hérna með þér. Já, ég vona það, því að við erum með frábæran þátt í dag. Já. Það verður mikill gestagangur og hingað er á leiðinni landsliðsmaðurinn Alfreð Finnbogason. Hann ætlar að kíkja hérna í heimsókn eftir bara skamma stund. Já, Freðhaus. Freðhausinn, Alfreð, og svo ætlar Steindi Junior og Bent að kíkja okkur líka. Já. Þeir eru komið nýtt lag í spilun sem var frumflutt í Hljómskálagarðinum helgina á laugardaginn. Hljómskálanum eða ekki? Hljómskálanum, hvað sagði ég? Hljómskálagarðinum. Já, en ég meina Hljómskálinn er samt í Hljómskálagarðinum, þannig að þetta var ekkert galið, sko. Nei, en og það er lagið Salta og Sigta. Sigta, salta. Sigta, þetta gengur vel hérna hjá mér, en þeir koma hérna líka á eftir, þannig að við erum með fínasta þátt ásamt til að vera með svona fasta mánudagsliði. Já. Það er náttúrulega gríðarleg spenna fyrir landsleiknum á morgun. Já, við ætlum að tala svolítið hann. Já, og sástu leikinn á föstudaginn? Hvort ég gerði með þér. Þetta var bara, ég hef aldrei fagnað svona yfir íslensku landsliði áður, held ég. Ég bara svona stóð upp og öskraði bara eins og bara United að vinna mikilvægan leik í meistaratildinni, sko. Já. Nei, það var bara meira en það, sko. Þetta var bara, þetta er landslið, maður er svo stoltur. Já, ég veit það, þetta var æðislega. 4-1 undir og það var svo margt við þetta mark líka. Já. Og þá komu svo margar tilfinningar einhvern veginn. Þetta var sko, hann fullkonaði þrennuna sína, markið stórkostlegt, jafnar leikinn á 91. mínútu. Já. Eftir að við 4-1 undir, þetta var einhvern veginn allt í einum graut og maður bara svona, eins og Sverrir Bergmann, hann var að horfa á leikinn hliðina mér og hún var það óglatt. Hvað var hann með mikið undir á þessu? Þess var hann óglatt. Nei, hann var ekki með krónu. Hvað var hann að tapa með leigunni? Hann fikk þess að hættur að veðja. Þú ert ekki hættur, ert ekki komið með eitthvað reikning allan bæ? Jú, það þýðir ekkert að gefast upp. Nei. En þetta var stórkostlegt og það er gríðarlega spenna fyrir leiknum á morgun. En hvernig var helgin þín? Helgin mín var bara róleg en góð. Ég var skemmt í Keflavík á föstudaginn, virkilega gaman, bæði á 8., 9. og 10. bekk og var gaman hjá þeim líka? Eða var bara gaman hjá þér? Já, nefnum það, verið að ljúga mér á Twitter og svona, allavega, þá virkaði svo fólk var að skemmta sér og mikil spenning. Svo er það að tala Twitter. Það er líka alltaf gaman að koma í Keflavík, sko. Ég fíla Keflavík. Já. Mér finnst gaman þar. Já. Ég, hef ekki farið nóg mikið eða Reykjanesbæ inn í bæinn, sko. Ég er náttúrulega, maður fyrir oft á flugstöðina. Bæði þegar maður fara út og þegar maður sækja einhvern. Já, en ekki í bæinn sjálfan. Ég hef alveg komið ákvað oft, sko, en ég hef ekki mikið dvalið þar. Nei, mér finnst eitthvað fínt þar. Og svo bara var það róleg heitt á laugardaginn, en hvernig var helgin þín? Hún var bara róða fín. Ég voru í brúðkaup á laugardaginn. Hver var að geta sig? Það var Snorri Barón. Ok, til að hafa mikið Snorrið út að hlusta. Já. Hvað heitir konan hans? Hún heitir Bára. Bára, til að mikið, Bára. Og það var mjög skemmtilegt. Já. Og það var mitt, sko... Veistlustjóri eða bara gestur? Já, veistlustjóri. Já. Sérstaklega gaman. Og þetta er eitthvað sem ég var alvarlega til að íhuga. Þegar þau gengur út úr kirkjunni, þá var spilað lagið Don't Stop Believing með Journey. Okay. Það er eitt geggjaðasta moment sem ég bara upplifað, sko. Já, það er... Don't stop believing. Það ánafnilega að vera svona nett flip í lögun, í lagavali finnst mér, sko. Já, og þetta var Dagur Sigursson sem vann söngkefni í framhaldsskóluna fyrir nokkrum árum, sem söng það, sko. Hann náttúrulega er alveg rosalegur söngari, sko. Já, hann er góður með henni. Þetta var stemming. Þetta var stemming, sko. Já, eins og ég sagði það, þá fáum við góða gesti. Alfreð Finnbogi er hér á leiðinni, við erum með netmissnotkun á sínu stað, sturlaða staðreyndir, flottulega keppnin og... Já, hún verður góð. Ég veit ekki hvað og hvað, já, þetta verður allt saman mjög gott, þannig ekki vogra skiptum stöðu. Við ætlum að byrja á lagi sem er nú ekki nýtt að nálinni, en er bara svo hrikalega flott. Það er vinnur okkar California Love hér í FM 95 Blöð. En það er komið að slúðri hér hjá okkur Björsa og
Ég með ágæti slúður handa ykkur kæru. Hlustendur, ertu tilbúin í slúðurpakka, Bjössi? Já, ég er alveg, nú er ég tilbúin. Já, ég ætla að byrja slúðrið á söngvaranum Louis Tomlinson. Já. Veistu hver það er? Já, hann er í 1D. Já, Louis Tomlinson er einmitt í One Direction og var að spila góðgerðarleik fyrir hann Stilian Petrov, fyrirhandi leikmann Aston Villa. Já. Og sem þurfti að hætta í fótbolta vegna veikinda og þá að vera að spila svona góðgerðarleik fyrir hann í Skotlandi, í Glasgow helgina og Gabriel Agbonlahor, leikmaður Aston Villa, ég er með þess að búin að sjá vídeo á þess að hann tæklaði ekki eins og þennan Tomlinson. Nei. Bara tók boltan og sparkaði hann út og fór í löppinu og honum í leiðinu þegar hann búin að sparka í boltan, bara eins og gerist í fótbolta. Já, þetta var ekki gróft ég sá þetta líka. Já, en hann meiddist því miður, maður vill engum illt, en hann meiddist hann Louis Tomlinson sem væri nú ekki frásögu færandi nema að Gabriel Agbonlahor hefur fengið morðhótanir. Það er búið að hóta að skera undan honum og taka honum lappirnar. Er þetta The Directioners sem er að hóta honum? Já, á Twitter og það er allt vitlaust og hann hefur þurft að biðjast aftur afsökunar. Já, Agbonlahor. Já, hann sem sagt náttúrulega baði hann afsökunar í leiknum þegar hann sá hann að meitt sig. Já. Og svo þurfti hann að gera það bara aftur eftir morðhótanir og er þetta heilbrigð hegðun, Björn Bragi? Nei, þetta er ekki heilbrigt. Ég segi það sem manneskja. Já, og þetta það er bæðið svona með One Direction og Justin Bieber að aðdáendur þeirra á netinu, það fari í herferðir gegn þér ef að þú gerir þeim eitthvað eða talar illa þá eða eitthvað þessi Tomlinson, hann er samt að spila, er það ekki með Doncaster? Þessi Tomlinson er vist alveg ágætur í fótbolta, Já, en hann bar sig ekkit sérstaklega vel hann að... Nei. Það var eitthvað óttalega tussulegur þegar eftir þessa tæklingu og svona... Meitti sig greið. Já, ég náttúrulega hef fengið Directioners á mig. Já, það var út í búðu þar ekki. Já, þú varst ekki búin að spila nóg mikið Direction. Já, það var eitthvað lag sem ég hefði aldrei spilað. Já, mitt. Og hef ég líka talað vel stráknar síðan. Ég ætla ekki að fá Directioners aftur á mig Hvort er þið meiri Directioner eða Belieber? Ekki gera mér þetta. Ég ætla að fara í næsta slúður. Ég er meiri Directioner Ég er held í meiri Nei, ég ætla ekki að segja það. Af því að One way or another. Já, en Bieber er náttúrulega með I'm gonna live my life. En það er ekkert One way I'm gonna get you Það er flottara heldur en Bieber-lagi. Maður er Bieber-lagi eftir einu sinni. I'm gonna live my life no matter what we party tonight. Bieber er alltaf að taka einhvern R. Kelly, hann er hann ekki að pissa á aðdáðandi sín og eitthvað svona vesen? Nei, hann hrækti á. Nú, ok, þá er það í lagi. Hann pissaði bara einhverjum veitingastað, einhverja fötu. Já, hvað er það? Ég veit það ekki. Ég veit ekki með Bieberinn, bara ungur verið að leika sér. Ungur og vitlaus. Svo er það Miley Cyrus, talandi að vera ungur og vitlaus. Cyrus the fucking virus. Já, hún er ung og vitlaus og er að gera allt vitlaust þessa dagana. Var núna síðast í Þýskalandi að spila í einhverjum sjónvarpsþætti. Var það með dverga í bandi og það sló ekki gegn. Hvort voru dvergarnir í bandinu hennar, hljómsveitinni, eða í bandi? Það voru bara í ól. Í ól. Já. Og svo var hún líka að missa forsíðuna á Vogue. Ritstjóri Vogue sem ætlaði að vera með Miley Cyrus á desember útgáfu, forsíðuna á desember blaði Vogue er hætt við og það er vist gríðalegur heiður að vera forsíðuna á Vogue og eru talsmenn Miley Cyrus í rusli við þessu og henni finnst þetta voða leiðilegt sjálfri. Ertu vissum að dvergarnir hafa ekki verið í hljómsveitinni? Nú voru þeir að spila bara með henni eða? Veit það ekki en ég reyna að komast að þessu Já, ok. En hvað er með þetta tvörk sem hún er alltaf að gera? Það er eitthvað að hrista á sér rassin. Já, ég skil það ekki Ég kann ekki að tvörka og veit alltaf hvað er að tvörka. Nei, það virðist vera svona bara eitthvað að hrista rassin út í lottið Já, er það bara hrista rassin því ég ekki með bassinn? Svolítið svona Lofgur og Löngu búin að gera það? Já, var þetta ekki Páll Óskar? Það var Páll Óskar? Já. Við ruglum svo öllu saman. Því hér kemur bassinn. Svo er það, í lokin þá er búið ákveða það að Bruno Mars mun spila í hálfleik á Super Bowl. Já. Það var Beyoncé Knowles í fyrra. Gangi honum vel að topa það. Það verður erfitt maður. Þvílíkt sjó maður. Destiny's Child kom aftur saman. Já.
Þar varð ég a Beyoncé fan. Já, ég líka. Hvað heita þeir? Heita þeir ekkert svona? The Knowles? Bouncies? The Bouncies? Nei, ég veit ekki. Ég held hún ekkert svona eitthvað kolrugla að Ekkert eitthvað Belieber. Bruno Mars, já, hann mun spila í hálfleik. Hann ekki ágættur líka grein? Hann búinn að selja þetta á 115 miljón singles eða svona smárgjöfur. Já. Hvorki meira. Það eitthvað. Þetta var slúðurpakki dagsins. Við viljum að fá hér auglýsingar og svo styttist í Alfreð Finnbogason sem ætlar að kíkja það með okkur. Framhaldsskólamótið í Paintball 2013. Loksins komið að því. Stærsta paintball-mót ársins hafið. Þú skráir þitt 7-mannalið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbyrðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintball-móti ársins. Verður þú paintball-meistari 2013? FM 957, skemmtigarðurinn Grafavogi og Pepsi. Ilmur Kristjánsdóttir snýr aftur sem ástríður í stórskemmtilegri gamanþáttaröð þar sem romantíkin svífur yfir vötnum. Ekki með það eiginlega gangi hjá þér. Ástríður, fyrsti þáttur sunnudag á Stöð 2 kl. 20:15. Lungamjúkt róstbíf og brakandi ferskt grænmeti í nýbökuðu brauði. Það róstbífbátur og hann inniheldur aðeins 2,9 grömm af fitu. Subway, eins og þú vilt hafa. Mesta úrval landsins af námskeiðum í Sporthúsinu. Nánari upplýsingar á sporthúsið.is. Við lærum af þér. G2. Upplifðu dansgleðina að hætti svo You Think You Can Dance með Cameron Bink. Fjöldi sjóðheitra námskeiða í boði. Danskeppni og glæsileg jólasýning í Hörpu. Tryggðu þér pláss á danscenter.is. Dansgleði með Danscenter og Stöð 2. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Styttist í annan töfara, landsliðsmaðurinn Alfreð Finnbogason á leiðin hingað til okkar í smá heimsókn. Hann ekki okkar íslenski Justin Timberlake? Jó, svei mig þá. Hann kunni eitthvað að syngja, Freddi. Það skulum kanna það á eftir. Það er aldrei að vita, við tjekkum á því. En við minnum að leiki í Heldrendar að það sé að verða uppselt á morgun. Síðast ég var að lesa eitthvað að vera 8 sæti eftir. Já, þau eru væntanlega að fara núna. Vona það. Við eigum að fylla völlin á morgun, annað væri bara skandal. Já. Aldrei einhvern veginn átt í að flottan séns. Þú ætlar að mæta það ekki? Jó, kíkja hana. Þú veist eitthvað að tala með þér þetta óþægilegt að vera í kringum svona venjulegt fólk og vildi bara vera inn í einhverju svona gler... Hvað sagði það? Já, ég ætla helst bara að vera í þyrlu. Já, glerskálanum hann með kampænu snirtur. Helst að fljúa bara yfir og vera bara með kampænu og jarðaber. Svo þú þurfur ekki að snerta almúan. Akkurat, en þú varst með eitthvað frétt á okkur, eða ekki? Herðu, jú, ég er með frétt. Það er játning af bleikt.is. Já. Fólk er svolítið byrjað að deila þessu. Þetta kom inn bara í dag, held ég, já, bara í dag. Já. Þú veist, það eru svona reynslusögur ofta að byrtast á bleikt.is og Hefur þú sendt inn einhverja sögu sjálfur? Ekki ennþá. Ekki ennþá, nei. En kannski segi ég frá hvernig samband okkar er einhvern tímann. Já. Hvernig þú hefur komið fram við mig. En þessi játningu svolítið sérstök. Hún heitir Dunkurinn sem eyðilagði líf mitt. Já, ég var bara að sjá þetta eitthvað. Hryllingssaga mín af fæðubótaefnum. Og ég ætla bara að lesa þetta fyrir þig. Já, gott með. Og ykkur hlustendur. Ég hef alltaf verið í ágætis formi. Aldrei verið feiminn fyrir framann speilin og alltaf einhverjar stelpur í kringum mig. Ég er með íþróttagen, bróðir minn er landsliðsmaður í fótbolta. Ég var á góðum stað áður en ég gerði stærstu mistök lífsins. Ég fór í ónafngreinda fæðubótaverslun og keypti ónafngreint fæðubótarefni því ég ætlaði að verða massaður. Mér var lofað hámarks árangri. Þetta var sumarið fyrir háskóla en ég komst inn í viðskiptafræði við háskólan í Reykjavík. Ég var í kjörþyngd en ætlaði að setja á mig 5 kíló af vöðvum til að auka möguleika mína á að finna maka. Eftir 2 mánuði á þessu eitri hafði ég bætt á mig 7 kílóum af fitu. Það kom hvergi fram að ég ætti að stunda lyftingar með frá neyslu á þessum efnum. Og það er feilletrað. Fituprósentan mín
fór úr 8% í 25% á 2 mánuðum og samkvæmt BMI-stuðli var ég í áhættu hóp fyrir offitu. Ég upplifði þunglindi í þessari martröð. Ég var hlédrægur og óvinsæll. Minnumáttarkenndin var yfirráðandi og var ég lítill í mér, jafnvel þó ég sé yfir 190 cm á hæð. Já, Hasarkroppar eins og dónakallinn Gilsenegger fær borgað til að auglýsa þetta eitur. Þetta síast svo ofan í ungdóminn og börnin okkar halda áfram að gleypa þennan viðbjóð. Eftir þessa áreynslu hef ég farið í gegnum detox hjá landsþekktum detoxara og ég hef tekið af mér 3 kíló núna á 9 mánuðum, en kvenhylli hjá mér hefur aukist til muna. Ég komin á safakúr og hef aldrei verið ánæðri. Ég skora á núverandi ríkisstjórn til að banna öll fæðubótaefni sem fyrst, áður en þetta verður fleirum myndarlegum ungum mönnum að bráð. Já, þetta er ekki en smá pistið. Hvað segir við þessu? Þetta er með því steiktara sem ég heyrt. Ég var alveg hreinskilinn, að ætla að fara að banna bara öllum að nota fæðubótaefni þó svo hann hafi ekki verið að fíla. Já, hann líka, ég meina, þetta er væntanlega bara eitthvað svona prótein, kannski kreatín eða eitthvað. Sem að, flesti taka svona með ræktin. Já, allt er góð með það, Mér finnst svolítið skemmtilegt, mér er svolítið gaman á svona rosalega dramatískum lýsingum. Þetta er hann tala stærst mistök lífsins. Þá hefur hann ekki gert mörg mistök. Nei, þetta hefur verið nokkuð svona smooth ride, þetta líf hans. Já, var það þægilegt, Hann hefur ekki lent í því að foreldrar hans skilji og hundinum lóa sama árið. Og þægilegt hjá hann með eitthvað. Og svo er líka allar lýsingarnar, ég var á góðum stað, ég var að leiða háskóla og maður býður bara eftir því, og hvað gerðist eiginlega? Það er bara eins og maður sé að lesa við eitthvað mann sem að náði að rífa svo eiturlyfjum, Einmitt, hann þyngdist 7 kíló eftir að tekið eitthvað túng. Öll lýsingin er svolítið svona á þá leið eins og hann sé að fara að segja frá því að hann hafi lent í hræðilegu slisi og bara lamast eða eitthvað líka, En nei, hann þyngdist 7 kíló. Og hann svo er hann reyndar hvað hann var búin að taka sér 2 kíló á 9 mánuðum eða eitthvað 3 kíló á 9 mánuðum en hann var líka við það að þyngjast um þessi 7 kíló þá var hann hlédrægur og óvinsæll. Það var líka þetta ég ætla að vona þetta sé bara eitthvað fíblast í bleikt. Já, verðum ekki að gera ráð fyrir þetta sé eitthvað djók. Annars er þetta eitthvað grunnhyggnasta kjaftaði sem ég hef lesið. Já, það er hendar æðislegt og það er nú drengur sem er á leiðinni til okkar hér og eftir að frumflytja lag sem að lendi í sama dæmu þú þurfum að ræða við á nætti. Það er æðislegt. Steindi Junior, hann keipti sér svona einhvern gainer. Já. Og fattaði ekki að hann fyrir að æfa með honum og fattaði ekki heldur að þetta væri sem sagt í staðinn fyrir mat. Já, einmitt. Þannig að hann drakk alltaf hálfa lítið af þessu rétt fyrir mat. Og hann er nú ekkert að borða eitthvað megrunafæði svona dagstaglega, Nei, og hann þyngdist einhver 15 kíló, Já. Og varð mjög óvinsæll og hlédrægur. Já, hann var sérstaklega hlédrægur, Já, þetta er steikt og lítið lífs. Svona er þetta, já. Ég ætla bara, ef hann er að hlusta þessi drengur, að þá verður við nú bara að segja að hann hefur haft það hansi gott í gegnum tíðina. Þetta er það allra versta sem hann hefur lent í, að þyngjast 7 kíló. Þetta eru strákarnir í Kings of Leon með lagið You Somebody. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag. En við erum konum með góðan gest hingað í stúdíóið. Hann er landsliðsmaður í fótbolta, spilar í Hollandi og heitir Alfreð Finnbogason. Vertu velkominn. Takk fyrir. Hvernig hefur það þennan mánudaginn? Ég er bara svona ljómandi góður. Nei ekki? Jú. Er ekki svaða mórall í liðinu eftir úrslit helgarinnar? Jú, þetta var alltaf ótrúlega leikurinn úti. Já, maður hefur bara aldrei síðan þessi íslensku landslið. Nei, þetta var svona, ég held að allir sem maður labba fram á göttum og er ykkur starf hérna, þeir rósa manni fyrir þetta og eru gríðar ánægðum sem fólk sem maður býst ekkert við og en það er komið smá svona Eurovision stemming í það. Já, þetta er svona, við erum komnir, nú er allir íslendingar, þeir eru orðin strákarnir okkar. Já. Það er allir tilbúinir fyrir morgundaginn. En já, þú varst reyndar ekki með, hvernig er staðan á þér? Ertu ennþá meiddur eða? Já, ég er tábrotnaði fyrir 2 vikum. Hvernig gerist það? Það var bara á æfingu, það var stíð á mig. Ok, hvaða tá er það? Það er miðjutáin sko, þessi hérna. Hvað heitir þessi tá? Er það ég ekki spila? Þriðja tá. Þriðja táin. Þetta er eiginlega, hvað er þetta ekki bara fokkjútáin? Hún er ekkert kölluð það samt eða? Nei. Og ertu ekkert að braggast eða? Jú, ég er búinn að æfa núna í gær og í dag, en ég bara vonandi ekki tekið einhvern þátt á morgun. Ok. En ef við býðum aðeins með að ræða fótboltan, sko, nú lítur þú alveg
alveg rosalega vel út, Alfreð. Og hvað er að gerast? Rándýr hárgræsli hefur að gefa það. Já, tjekka, ég var að koma bara hárgræsli fyrir í svona klukktíma. Já, hver klippti þig? Þú ert svo módel. Já. Það er nefnilega því að Alfreð hefur alltaf verið myndalegur, það vita það allir, sko. En nú er hann að... Reyndar ekki alltaf, þú veit þess að fermingarmyndina mér, sko. Já, varstu late bloomer. Hefur þessi fermingarmyndir þar að bjössa það? Nei, þær munu toppa þínar, sko. Ég get lofa það. Það er ekki fræðilegur, ekki topp. Ég sem betur búin að eiga það en úr systeminu, bara alla myndir sem mamma átti það. Það er búin að brenna þér bara. Já. Var ég ekki postaði henni Þú postaði, já, ég er ennþá hlægjandi að henni. Já, einmitt. Já, ég var að sína að ég hef húmor fyrir sjálfum mér, skilur. Já, hún var aðeinslega. En nú er Alfreð búin að taka þetta svona upp á næsta level, sko, lúkið, sko. Já. Og ef það er ekki ástæða fyrir fólk til þess að mæta á völlin, þá veit ég ekki hvað. Tala ekki um í rigning og svona, það var alltaf mín mesta martur þegar ég var ennþá að spila fótbolta, þegar ég var 20. Það mátti helst ekki rigna því að... Það hárinu? Já. Það er nefnilega nokkur að díla þetta núna, sko, þessi blanda rigning og flóðljós og TV-kamerun, sko. Þeir eru þunna hárið, maður. Þunna hárið, er þetta bann. Hverjir helst? Það er einn af eldstur leikmannunum. Já, Guttinn. Ljósarur. Hann sagði þetta um mig núna á laugardaginn að það hefði verið að sjá leikinn í sjónvarpið. Það komið sjálfum rosalega óvart. Þetta nýja Gelas verið að gera eitthvað undir. Já, hann og Aron Einar eru svona tæpast af aðeins, sko. Já, er Aron Einar líka? Já, hann kemur óvart, sko. Þið kannski sjáu það bara í útsendingu á morgun. Já, við hvetjum Íslendingar til að fylgjast vel með því að hárið á Aron er að þinnast. Já, það er alltaf gaman líka þegar félagarnir fara að minna mann á það. Já, það koma svona menn okkar að fara í klippingu en hann alltaf spari þetta aðeins, sko. Hann er bara 3 ár eftir, hann... Já, hann geimaður bara. Já, hann nýtaði vel, sko. Já, en hvernig sko, nú er ég bara að spyrja Albanía. Ég get ekki nefnt einn leikmann í þessu liði. Er þið bara svona... Er þetta menn sem spila alla Evrópu? Þetta er allt glæpamenn og ekki? Það er ekki mín orð, en þetta er náttúrulega menn sem aðeins svona Íslandingandi konur á flug, sko, þeir eru náttúrulega í sko 38. heimslistanum, sko. Við erum í svona 8. og eitthvað, sko. En er eitthvað svona, er einhver leikmann sem er að þekkja? Ég geti kannski YouTube-an Lori Kana. Hann er oft eftir sem svona tortímandinn, sko. Hann var þetta sé á Lazio núna, sko. Ok. Hann er svona aðalmaðurinn þeirra, sko. Já, þeir náttúrulega eru með jafnmörg stig við og eru með þrjusulið. Þó þessu kannski ekki með frægustu leikmenn Evrópu. Þetta ég er búinn að fletta honum upp. Þessi gæi hefur sko potið drepið einhvern, sko. Hann er kallaði tortímann. Já, það er ástæða fyrir því, sko. Og hvað og er ekki, heldur, hefur ekki bara fínan breykamál? Hefur ekki fínt breykið þetta? Já, ekki spurning, sko. Við Þið vinna úti? Vinna úti hann var eiginlega ekkert fótboltaleikur, sko. Ég hef aldrei séð mikla rigningu á æfumri. Það er þetta spáð einhverju svipu á morgun? Það hætti að leiknum bara í hálfleik, það var svo mikið rigningu á ellinu, sko. Var það aukaspinnu markið? Já. Það setti Gilvan í lokinu. Já, klæddi sig úr og var í undirbólum undir. Já, fór svo í bann 2 leikjum seinna. Það var annað spjaldi fyrir að fara úr. Líka, ef þú ætlar úr treyjunniðinni, verður þú að bera ofan undir. Já, það er það er bara regla, sko. Ég var einmitt að segja Jóa að hann skeitil á sig. Ef það er einhvern moment til að rífa svo kassan, þá er það þau svona þrennu á móti. Reynda var þessi mynd á honum þarna, þú komst nú hlaupandi á hana þar með bara svona flottari myndu sem ég séð að frá leik frá Íslands landsliðinu. Já, hún var mjög flott. Búin að renna sig þarna fyrir framann. Hvernig sko, djöfull sem að hann stimplaði sig inn bæði hjá landi og þjóð eftir þess að þrennum maður. Þetta er bara eitthvað flottasta þrenna sem ég séð, held ég. Mátt hann við þessu? Nei, já, hann sagði það sjálfur. Mátt hann við þessu að skora svona þrennu það? Já, ég meina, hann er með... Er eitthvað að tala við hann í dag? Ég er náttúrulega með hann um herbygg, sko, en ég er búinn að vera bara fullir vinnu með að góna í öruna, sko. Já, hann er eitthvað, hei Alfreð, mannstu þrennuna? Ég get líka að lofa þér, ef ég var herbyggisfélaginn í landsliðinu og það sett þessa þrennu, þú væri búinn að sjá hana svona 500 sinnum í tölvunni hjá mér. Ég væri búinn að horfa á hana það oft. Kom inn í herbygg í gæði, sko, þá var hann hlust ákveðt út að sátta sem að og bókstala bara að vera rósa honum, sko. Hlusta á þetta, vinnur. Ekki tröfla mér að hlusta þetta eitt sem ég átti eftir að heyra. Þú ert nógu leiðilegur í sko okkar 7-á-7 bumbubolta á mánudagskvöldum. Hvað þá maður sett svona þrennum maður? Við gefum hana, þetta var rándið þrenna. Já, hún var stórkostleg. Við ætlum að fara hér í smá auglýsingar og svo höldum við áfram með Alfreð Finnboga. Við ætlum að henda honum í hraðaspurningar og spyrja hann aðeins út í Hollanda. Jóga, sporthúsið. Mini-pítur, frábærar í veisluna, fundin eða bara hvað sem er. Pítan, sími 562 9090. Pítan, alltaf fersk. Ilmur Kristjánsdóttir snýr aftur sem ástríður í stórskemmtilegri gamanþáttaröð þar sem romantíkin svífur yfir vötnum. Hvað er eiginlega gangi hjá þér? Ástríður,
Fyrsti þáttur sunnudag á Stöð 2 klukkan 20:15. Grípa skal gæs meðan gefst. Betsson.com. Við lærum af þér. G2. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Og kemur honum vist í gírinn. Sittur hérna hjá okkur, en áður við förum í hraðaspurningar. Alfred, hvernig kanntu við þið þetta í Hollandi? Bara mjög vel. Ekki? Jó, ég hef búin að vera þetta núna í 1 ár og hún komið vel fyrir og... Gengur vel? Gengur vel, það er alltaf skemmir ekkert fyrir, maður er líkinn maður þarna og það er bara frábært. Er það góður í hollensku? Já, ég er orðinn bara þokkalegur, sko. Hvernig segir þú ert að hlusta á FM 957 á hollensku? Ég luister FM 95.7. FM? Ja, ég kann það allavega. Já. En nú hefur orðað við lið í Englandi og lið á Ítalíu. Heldur að þú verðir ennþá þarna eftir janúargluggan? Það er náttúrulega erfitt að segja, það komu alveg tilboð í þarna sumar. Þeir voru bara settu hátt verð á mig, þannig að það er svona útilokað mörglið og... Já, menn það var hérna, þú varst eitthvað orðað við Cardiff og svo sá ég líka Glasgow Celtic, var eitthvað til í því, eða? Já, þarna Celtic komið tilboð, en það var bara svolítið langt frá því sem þeir voru að biðja þannig að... Celtic-stuðningsmenn voru allir brjálæðir í þig, bara að fá þig. Já, þeir eru búin að stólka mig sem ég á Twitter, sko. Það var alveg gaman, sko. En voru frekar þreytt núna, sko. En hérna, er það lið sem þú hefði viljað fara til? Er í meistaradeildinni og annað? Hefur þú stokkið á það? Það komið gott tilboð? Það fer bara eftir öllu, sko. Það er rísastór klúbbur og spila fyrir 6.000 manns hverju viku. En ég fekk aldrei að taka en ákvörðun það, en auðvitað spennandi klúbbur. Já, svona líka eyðilegur ekki fyrir að séu meistaradeildinni. Já, klárlega, deildinni er kannski ekkert tvílspennandi, sko. En alltaf meistaradeildinni og stórklúbbu það er. Og svo nýjasta, fyrst þú ert nú hérna, það hefur orðað við Newcastle, það er klúbbur sem að, já, þeim er spennandi. Getur þú hugsaðir að fara þangað ef að kemi rétt tilboð? Já, ég ætla að margir vinir mín getur hugsað það, sko, þeir eru miklu Newcastle menn, sko, þannig að þeir eru mjög ánægðir með þetta. Newcastle hefur líka alltaf verið svona, það er alveg stór klúbbur, þeir eru stórgöstlega stuðningsmenn, það er alltaf fullu völlur í það, hvort sem þeir eru í úrvalsdeildi eða fyrstu. Þannig að þetta er alveg, eina er hann ekki snar fangið sem álið, hvað heitir hann, þetta Mike Ashley. Já, er hann ekki eitthvað... Ég kom að tekja það. Eitthvað tæpur. Þú skal passa á því, kannski. Það var frá mér, hlustendur. Mér finnst það ruglaður. En það er komið að hraðaspurningum. Já, svo svarum við spurningunni. Getur þú ekki að fara til Newcastle? Já, það er mjög flottur klúbbur. Ég er ekki spurning. Það er ekki spurning. En þá er það hraðaspurningar. Þá átt að hreinsa hugan og getur ekki svarað rétt og getur ekki svarað vitlaust. Þetta er bara svona það fyrsta sem ég dettur í hug. Ertu tilbúinn? Þá byrjum við. Besta bíómynd allra tíma? Happy Gilmore. Vel gert. Uppáhaldsnammi? Tristar. Besta liðið í ensku? United. Uppáhaldshljómsveit? Mumford & Sons. Hefur þú lent í slagsmálum? Semi. Hver er fyndnastur í landsliðinu? Helgi Valur. Besti skyndibitinn? Serrano. Hvað kveikir í þér? Eldur. Hver er mesta þjálfarasleikjan í landsliðinu? Gylfi. Ertu á föstu? Já. Hvaða dýr finnst þér mest sexy? Gamaldýr. Besti drykkur? Mountain Dew. Fallegasta kona fyrir utan maka? Mamma. Í hverju sefuru? Nærbuxum. Finnst þér gaman í sleik? Geðveikt. Hverju verður Íslandsmeistarar í fótbolta? Breiðablik. Uppáhaldsleikari? Matt Damon. Erfiðast andstæðingur? Hver er það? Pass. Besti leikmaður sem þú spila með? Filip Djuricic. Hver er þinn helsti ókostur? Þessi spurning, Pass. Pass, segir hann. Engin ókostur. Hann er of örlátur. Já, þetta er gott svar. Það er gott svar. Hver er þinn helsti ókostur? Hvað ég er örlátur? Þetta er alltaf í fegurðarsamgjörunum með hvað helsti ókostur minn líklega að ég er of mikið að hugsa aðra. Það er þessi spurning. Helsti kostir, ókostir, þetta er... Já, það er, besta bíómynd, ég var ánægð með það, Happy Gilmore. Já, þú ert með svona vandaðan og djúpan, svona krítilsfrekk. Já, nei, þetta er svona spólan sem að tók, þú veist,
vídeospólur voru hér, sko. Þá tókum alltaf gamla með, sko. Já, það er þetta að horfa hann aftur. Hún reyndar ógeðslega skemmtileg. Billy Madison líka, svo bara, hvað gerðist fyrir Adam Sandler vinn okkar? Veit ekki. Hafið þið séð nýjustu myndina hans? Nei, ég fórast þér. Nei, ég hef ekki séð þær, bara, hann er Jack and Jill, mér var aldrei, mér var flökust. Já. En, og svo var það besta liði ensku, þú ert harður United maður. Það er nú ekkert á móti að fara þangað, neitt daginn. Ó nei. Upp á sjómsett, hvað sagður, Mumford & Sons. Yes. Já. Og þú hefur lent semi í slagsmálum, var það stoppað sem sagt? Nei, ég var bara kildur og fekk blóna sig, þannig að það var búið bara. Já, ok. Það var ekkert mann á Akureyri, það var grjótar Akureyri. Já. Helgi Valur, skemmtilegast í landsliði að finnastur? Hann leynir á sig kallinn, sko. Hann er náttúrulega úr Árbænum, sko. Það er góður húmor í Árbæ. Húmor á stað þar? Já. Og besti skyndibitinn var Serrano, hvað færði þér svona úti? Er eitthvað svona Serrano, eitthvað holdt þarna í Belgíu? Það í Hollandi segja? Nei, ég hef ekki fyndið Serrano, sko. Það er góður Mexíkóstaðar hann í bænum, sko. Já, hvað er þetta stór bær sem þú byrði? Það er svona 30.000 mann sem búið þarna. Það er fyrir lítið, sko. Já, svona kósí bara. Já, fyrir kósí. Svo eldur kveikir í þér og Gylfi mesta þjálfarasleikjan. Þú ert ekki svo fyrstir sem segja það. Er þetta eitthvað svona sem þeir búin að plana strákanir? Já, þeir eru alltaf að funda saman þarna félagandi. En alltaf ekki, Lars, eitt hérna. Góð æfing, Lars, takk fyrir æfinguna. Það er alltaf, sko, þegar hann alltaf svona í lok funda og segir svona og viljið bæta ykkur við. Þannig að Gylfi alltaf að bæta ykkur við, sko. Og hverju bæta við? Já, vinnum svo leikinu morgun, eitthvað svona. Alveg óþáðan. Viltu bæta ykkur við, Björn Bragi? Já, vinnum á morgun. Það er góð. Það er ykkur að potta þetta fundum ykkur. Já, þetta er þetta rándir lína. Og þér fannst kameldýr mest sexy, enda flott dýr. Besti drikkur, hvað var það? Mountain Dew? Jú, Mountain Dew. Ætlar ekki að ræða kæristuna, segja? Jú, það var eitthvað næst. Svo ertu á föstu, er það eitthvað nýlegt, eða? Það er bara, já, nokkuð nýlegt. Segðu okkur aðeins frá henni. Íslensk og hollensk? Hún er íslensk, já. Já, býr hún úti hér? Ekki svo er, nei. Ekki svo er. Það er ekki eitthvað fimmleika leitsind? Nú, ok, Björn Bragi, veistu hvað við þetta? Og, já, ég sé að hann róðnar hérna, svo við skulum bara fara í næsta. Og þú sefur í hverju? Ég sef í nærbuxum. Nærbuxum og þið finnst mjög gaman í sleik. Heldur að Breiðablik verði Íslandsmeistrar? Það er ekki svona óskekja? Já, mikil óskekja. Hérna finnst það ekki líklegt eins og það er, sko. Nei. En maður er að standa í sínum mönnum. Svolsug. Hvað segir þú, Bjössi? Ég ætlaði að segja þegar þú sagðir þú sefur í nærbuxum og þér finnst mjög gaman í sleik. Það er sko að henni svaraði þar, já ég sefur í nærbuxum og svo vil ég taka fram að mér finnst mjög gaman í sleik. Já, þetta er búin að vera ákvæður viðtal og upp á sleikari, ég ánægði með það svar líka, Matt Damon. Ég fór einmitt á Elysium þarna daginn, hún er góð. Matt Damon er svolítið vannmetinn. Já, hann er þannig bara. Mér finnst borðmyndirnar allar mjög... Já, menn nefna hann ekkert svona sem uppbóðsleikara, sko. Þetta er eiginlega fyrst sem ég heyrði það. Og gott svar. Já, mjög gott svar. En já, við bara óskum ykkur allsins besta á morgun og það er bara, já, við þurfum ekki svona hvetja fólk til að köpa sér miða, ég held að það sé orðið uppselt. Já, hvetjum svo allar til að horfa á styðja. Já, sjálfsögum. Og upp með jákvæðuna. Já, nákvæmlega. Það er alltaf svona auðvelt að kýtlar öll í mörgum það gengur illa á landsliðinu og svona, bara fáum við jákvæða stemmingu kringum þetta og fyllum völlin. Já, menn eru mjög duglegir að tuða yfir öllum anskotanum. Já, það þarf ekki mikið að gera svo menn sér varðan að væla á Twitter, sko. Já, ég meina landsliðið hefur bara sjaldan verið betra, ef nokkuð tíman. Og samt eru menn að tuða yfir. Skemmtilega undankeppni allavega, sko, það er þessi leikur og er það ekki svo kýpur heima? Já. Hvenær er það svo? Það er byrjun október, bara á sömu tíma, þetta er svona 8. og 9. október eitthvað hannig. Ok. Og 6 örgstig. Svo úrslitaleikurinn Noregi. Já, vonandi, ef við erum standa okkur vel. Gæti að kíkja þangað. Já, en Alfred, virkilega gaman að fá þig hérna heimsókn. Við óskum þér allsins besta í Hollandi og í leiknum á morgun. Takk fyrir. Áfram Ísland. Alfreði Kjallaði fyrir komina. Skemmtilegu strákur þarna á ferð. Og væri gaman að sjá hann í ensku úrvalsdeildinni. Já, af því að við sko fá tækifæri til að horfa á hollenska boltan. Já, Stöð 2 Sport þarf að fara eða bara að græja hollenska boltan, sko. Já. Það er sners. Við erum náttúrulega með nokkra þar. Það er Kolbeinn hjá Ajax og... Jóhann Berg og Alfreð og Gulli og... Já, Aron og... Já. Það væri gaman að fá... Við erum náttúrulega ekki með Aron. Jú, hann er Íslendingur, maður. Ég er að tjóka. Eftir að segjum að Bandaríkjamenn... Ég er að tjóka, sko. Já, ég myndi... En nú er ég að spyrja bara svona eins og... Styðja hann alla leið. Ég er að spyrja þig og hlustendur. Já. Og... Á ég að svara fyrir hönd hlustenda? Já. Og ég menna Bandaríkjamenn er að spila og Aron Jó byrjar inn á. Þetta, veist, fyllist þú smá stolti og... Sem fulltrúi hlustenda, þá vil ég segja það að við myndum, já, við skulle að hvetja hann áfram. Ég myndi halda með Bandaríkjunum. Já, ég veit samt ekki alveg með Bandaríkjunum. Jú. Ég myndi halda með honum, sko. Herðu, Home of the Free.
But the land of the brave. Já, ég alltaf nettur kann í mér. Ég veist alltaf kann. Mér svo gaman líka bara í Bandaríkjunum. Þú ert líka hamborgaraheili. Já, ég bólur og bara hamborgara sleikjan. Já. En það styttist Nei, ég skammast mér ekkert það. Það styttist í Steinda Junior og Bent alltaf koma hingað og spila nýja lagið sitt sem að fara hér í spilinu á FM 957 og Sturla staðreyndir náttúrulega líka eftir því að Alfreð Finnbo kom hann var eiginlega á Sturlu á þeim tíma sem Sturla staðreyndir Hann var á Sturlu tíma. Já, svo flottulega keppnin hjá okkur og netmisnótkunin, þannig að það nóg framundan kæru hlustendur, en við ætlum að fara áður fyrir mig Sturla staðreyndir í auglýsingar. Ilmur Kristjánsdóttir snýr aftur sem ástríður í stór skemmtilegri gamanþáttaröð þar sem romantíkin svífur yfir vötnum. Engin veldi, það eiginlega gangi hjá þér. Ástríður, fyrsti þáttur sunnudag á Stöð 2 klukkan 20:15. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Black Death Beer Kynnis Tattoo Expo 2013 á Hótel Sögu 13. til 15. september. Yfir 50 artistar, tattoo, tónlist og freak show. Miðar seldir á staðnum. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Zumba Sporthúsið. Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan. Alltaf fersk. Við lærum af þér. G2. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Það orðið staðfest að það uppselt á leikinn á morgun. Vel gert Íslandingar. Það verður stemming. Áfram Ísland. Já, það langt sinni verið spenntu fyrir landsleik. Já, við veitum að þeir munu að gera sitt besta, eins og Alfreð sagði hérna. Það er ekki ekkert að fara fram á meira, en það er komið að sturlum staðreyndum. Hvað er með þér? Já, ég fíla líka að séu núna klukkan 5. Það er oftast í kringum 4:30. Ég ætla að segja eins og Pitbull frendi minn, let it rain over me. Já, ég er með 10 mjög góðar handa þér. Ekki bara handa þér heldur fyrir þig og hlusta. Fyrir þjóðan alla. Já. Ég verð að spyrja eins og ég spyr alltaf, hversu sturlaðir er það? Það eru mjög sturlaðir þetta. Ok, bara, ef þið líkaði með einhverja manneskjöðu. Sko málið er það er svo misjant með ykkur alla. Þú varst náttúrulega mánudögum. Ég veit hvernig staðrindið þú fílar. Já. Ég veit hvernig staðrindið Sveppi fílar. Já. Og eins og Egill, hann vill alltaf dýra staðrindir. Þannig ég reynir svona að finna eitthvað sem ég veit að þú fílar. Þú vilt eitthvað svona sem er hægt að sanna, fattar þú? Ef þetta væri manneskja þessar staðrindir, væri þetta svona eitthvað sem bara fyrir öllum fötunum og hleypur, öskrandi einhvers staðar, þú veist? Nei, þetta er svona eitthvað sem hellir bara yfir sig á veitingastað. Þetta er það sturlað þetta. Ok, hver er hann að hella yfir sig? Vatni bara samt. Ok, þetta er tilbúin. Okay. Það er hollt að tala við sjálfan sig. Ok. Sturlað staðrind. Talað þú við sjálfan þig, Björn? Ég hef gert það, já. Ég veit að þú gerir mikið af því. Það er búið að aukast rosalega. Já. Þú ert líka svo mikið einn. Nei, ég er nefnilega ekkert svo mikið einn. Ég er alltaf með einhvern veginn í kringum mig, en það er samt sko, jú. Þú þrættu að vera einn. Þegar ég er einn heima, ástundum talaði við sjálfum mig. En það er greinlega bara hollt og... Þú veist þá bara eitthvað, já, ég veit minn. Hvort talar því í fyrstu persónu eða annar persónu? Segirðu ég, eða segirðu, veitir, nú þarf þú að fara að fá þér að borða? Ég hef sagt persónulega við sjálfum mig, já, ég veit, nú fyrir að gera eitthvað í þessu. Já. Þannig ég tala við annan nauta. Já, en þú segir ekki, þú talar ekki um hann, þú veist. Nei, en ég segi, ég hef sagt, oi, hvað er aðstæðanlega þetta frá þessu? Eins og bara núna daginn, þá var ég heima á sunnudegi og var búinn að vera bara eitthvað í tillöku og ég sagði, já, förum að fá okkur ís. Já. Ég fór bara einn að fá mér ís, ég nefndi ekki að vera að hringja eitthvað og spyrja hvort það nefndi að fara að fá sér ís með mér. Pældi að það var eitthvað að hlera íbúðuna hérna, sko. Og það væri bara hver í hjá honum. Hann myndi aldrei verið ruglað. Hvernig er hann að tala við? En ég er ekkert alltaf að tala við sjálf mig, sko. Þetta er bara svona... Hljóma þannig? 2 setningar kannski á dag eða eitthvað. Svo er það hér næstan. Besta sem þú getur gert í rifrildi er að spyrja spurninga. Ég fór að hugsa þetta, mjög gott, sko. Ef við verum að nakkrífast, þá bara átti alltaf að vera hendin spurningum. Hvernig spurningum? Já, bara fyrir eftir hvað við verum að rífast um. Þú veist, segjum bara, við verum að rífast um hvað ég hef verið á laugardaginn eitthvað. Bara, hvar varst þú? Já, eða ef við varum að rífast kannski til dæmis bara svona hver var besti þátturinn. Já. Og þú veist, þú myndir segja, skilur hérna King of Queens. Já, King of Queens er besti þættirnir. Af hverju? Hvað er svona gott við þá? Já, nákvæmlega. Hvað er svona fyndið þá? Það er alveg sama hvernig rifrildi þú ert í. Já. Dælt út spurningum. Já. Sturlu staðrind,
Þannig vinnur rifrildi. Já. Þannig að það eru örugglega einhverjar nótið sem geta nýtt þetta. Svo það hér, naut eru litblind. Já. Rauður bara til að fela blóði. Það bara að vera að taka, það hreyfingin sem æsir nautið sko, en ekki liturinn rauður. Mér finnst nautaat mjög ógíslegt fyrir mig. Já, mér líka. Algjör viðbjóður. Ég held með nautinu. Já, ég líka. Ég alltaf sé myndir þar sem búið að stinga eitthvað nautabann í gegn og nautið farið með hann eitthvað að kálunum sko. Þá fyllist því smá svona gott hjá hann. Gott hjá nautinu. Ég get ekki alveg sagt það samt sko. Jó. Gott hjá naut. Ég ekki alveg, en ég samt held með, alltaf að slasa það kannski aðeins en ekki kannski drepa og fara með á bakvið eitthvað sko. Drepa naut. Svo er það hérna, ég er hann hræddur við. 85% af öllum vináttum endast ekki meir en 10 ár. Já. Og já, náttúrulega svolítið til í því. En allir vinnir mínir frá Sauðárkróki, við erum með þá bestu vinnir. Það er miklu meir en 10 ár. Það er sko, já, við náttúrulega, þú veist, fer kannski eftir í hvort þetta eru nánustu vinniðinir eða bara vinnir. Reyndar. Eins og við erum ekki mjög nánir. Nei, en við erum samt alveg vinnir. Þú myndir vinnir. ekki bjóða mér í ammælið, skilur þú? Jó, það var mjög tæpur að núna, af því þú var svo full eftir síðast ammæli. Ég rampa hann á, já. Þú varst úti? Já, ég veit það, þú er alveg ekki að bóða mér. Ég vissi þú var erlendis. Nei, þú vissir ekki. Jú, við erum ekki að fríast það einu svona. Okay. Svo er það næsta. Alkohól leysir engin vandamál, en ekki mjólk heldur. Þetta er augljóst staðreynd. Ég veit að ég ákvað að taka hana með. Maður þetta var allir styrlum staðreyndum. Það var búið að retweeta einhverju hérna frá Will Ferrell. Þannig að fyrir bara í næstu. Það áttu bara svona smá húfa með. Þetta er skemmtilegt. Svo er það hérna. Fatlaðir krakkar leigðu út þjónustu sín á netinu til þess að hjálpa fólki að fara framfyrir í Disney World. Og þetta var síða sem var stoppuð. Sturlu staðreynd. Þetta er mjög sturlað. Já, og hérna það stóð líka að það var fólk sem þetta leigja til þess að komast fram fyrir röð og fólk er að bíða í 40 til 60 mínútur eftir hverju tæki í Disney World. Vá, ok, ég myndi ekki nenni því. Á rush hour, já. Já, ég myndi ekki nenni því. Nei, vá, fara, veist, bíði í klukkutíma, hvað ertu lengi til dæmis einu rússipanna? 2,5. Það er bara ekki þessi virðið, maður. Nei, það er ekki þessi virðið, sko. Svo er það hérna, að leiðast. Já, þá er ég ekki að tala að leiðast, heldur bara að leiðast, ekki... Að vera leiður. Já, að vera leiður. Það finnast leiðilegt. Já, það er smitandi. Já. Og ég fór svona að hugsa að það er mikið til í því. Já. Þegar einhverjum leiðist í kringum hann og er endalaust vælandi við, þá byrjar bara, þið er ósjálfrátt að leiðast líka. Já, okkur leiðist aldrei hér. Nei, hér er alltaf stuð. Þetta FM 957. Já. Sem er spilið topp tónlist. Og það eru 4 réttir. Já, ég er bara kotið með þetta allt saman. Já, þeir eru ekki fínar í dag. Jó, mjög. Það eru 9 milljón manns í fangelsi í heiminum. Það er mjög mikið. Já. Það er ómikið. Og 25% af þeim eru í Bandaríkjunum. Wow. 25% af öllum föngum heims. Það er svolítið mögnu staðreynd. Já. Það þýðir... Ég vissi að þú myndir fíla þessa. Já, það þýðir að það er einhver pottur brotinn þarna. Ég myndi segja... Í Bandaríkjunum, ekki bara í dómskerfinu, heldur líka í menntakerfinu. Já, en sko 9 miljón mannsmaður, það er svolítið mikið. Við þurfum að upplýsa fólk. Já. Fræðsla og menntun eru lykillinn. Hvað heldur það sem margir í fangelsi á Íslandi? Ég veit það ekki. 100, 200? Er ekki nokkur 100? Já, er það þannig? Ég veit það ekki. Það er náttúrulega örgulega, þú veist, ég veit ekki það er náttúrulega nokkur fangelsi líka. Svona eftir í, þú veist, hversu slæmur glæpurum var. Já, reyndar, sumir fara bara heima, veist, eða það fyrir með glæpur, sko. Já. Sumir fangelsinu eru það vægi hérna, sko. Já. Það eru 3 réttir, yngsta amma heims er 23 ára. Það er ógeðslegt. Já, þetta er eiginlega bara ógeðslegt staðreyndin, ekki stjórnlu. Já. En sko, hvaðan er hún? Það stóði ekki. Nei. 23 áriðin amma. Þetta var ekki verið hægt. Nei, þetta er eitthvað... Bara ógeðslegt að ræði þetta? Jó, þetta er ekki gott. Þú sleppur þessu bara. Burt með þetta. Já, það var næsta. En hvað ætla hún að... Nei, sleppum þessu. Hættu þessu. Ekki fara út í þetta. Nei, þetta er ógeðslegt bara. En þetta var samt inn á síðunni, Sturludagsstaðurinn. Já, en þú berð ábyrgð á þessu. Já, herru, það var ekki ég sem barnaði hana. Nei, en þú berð ábyrgð á staðreyndunum. Já, reyndar. Og það var hérna næsta. Það er hreinlátara að kissast en að takast í hendur. Já. Þannig ég ætla að fara að kissa mér. Já, kissa fólk hæ. Fara að vinna bara með það. Alveg saman hvort það er strákar eða stelpur, bara hæ. Jói Ásbjörns gerir mikið þessu og hittir hann alltaf og kissar hann þig. Já, hann er svona eitthvað svona snertifrík. Hann vil snerta þig. Hann elskar. En hefur pælt í einu, þegar þú ert að kissa eitthvað, ef þú gerir ekki hljóðið, sko, þú veist. Já, bara kissið, þá er það. Ég, sko, málið er, það er algengast þegar ég kissa eitthvað, þá set ég bara svona kinnina mína. Já, bara og kissur út í loftið. Já, bara við kinnina hjá viðkomandi og tek bara svona. Já.
Ég er eiginlega ekkert að kissa. Ég fer þannig fyrir í sleik. Ég set kinnina svona upp að, svo ulla ég bara svona til loft. Og segir svo bara Akkurat, flottur sleikur hjá Bjössa. Síðasta sturlaða staðarinn dagsins. Johnny Depp misti sveindóminn þegar hann var 13 ára gamall. Já. Og já, stúlkan sem var með honum var nú ekki 13 og hún var 17 ára. Já. Þegar ég var 13 ára gamall, þá átti ég ekki séns í 17 ára stúlku. Það er nokkuð ljóst, enda er ég ekki Johnny Depp. Nei. Þetta voru sturlaða staðarinn, hvað var svona uppáhalds í dag? Gott með fangana. Já, gott, það var mjög gott sko. Það var allt bara mjög gott. Já, þú ert bara að standaði mjög vel þetta. Þú hafði líka gaman að ömmunni, sagði. Nei, mér varst það ekki gott. Það var ógeðslegt. Það var svo leiðileg staðarind. Þú mætti að ræða það. Sturlaða staðarind er búnar. Hér eftir örskamar stund kemur Steindi Junior, að koma þeir Steindi Junior og Benti heimsókn. Heldur að það er mun eitthvað eftir að það er alltaf að koma? Já, þeir eru svo spennti fyrir nýja laginu sinu. Okay. Og svo erum við líka með, skal ég ykkur segja, netmisnótkunna, flottulega keppnina og fleira. En hér kemur óskalag fyrir Björn Braga. Þú veit þetta? Já, þetta er miklu upphandið með núna. Þessi stelp er 16 ára. My friends and I, we've cracked the code. Lorde. Já, ertu ekki með þetta? Mér finnst þetta flott. Hvað sagði þér hún? Var í 16 ára sem stúlka? Já, hún er fædd 1996. Hún var Nýja-Sjálandi. Það er ekkert annað. En það er svona töff myndbandi við þetta. Já, ég sé. Hvert fólk til að tjekka á því. Áður við fáum Steinda og þá heimsókn, þeir eru hérna rétt á leiðinni. Og þá ætla ég var að spá að henda þig í hraðaspurningar. Já. Þú spá að setja það sömu spurningar. Sömu spurningar? Já. Ok. En samt og standar hins að hugan. Já, en þú veist sko að ég er mjög lélugur að svara svona eitthvað sjálfan mig sko. Já, en ég hef aldrei fikið þig í hraðaspurningar. Jú, fyrir löngu síðan. Er það málið? Já, en það er langt síðan það var sko. Ok, en ég ætla að sjá hvernig þú svaraði þessu. Ég væri góður að spyrja eitthvað svona, hvað er höfuðborgin í Afganistan, eða eitthvað svona. En ekki að spyrja hvað er uppáhaldsmaturinn. Það nennir enginn að heyra þig svara hinn. Nei, ég veit það. Ertu tilbúinn? Já. Besta bíómynd allra tíma? Shawshank. Uppáhaldsnammi? Kit Kat. Besta lið í ensku? Tottenham. Uppáhaldshljómsveit? Red Hot Chili Peppers. Hefurðu lent í slagsmálum? Já. Mannstöðu? Þau voru nokkur. Það er tap á unnið. Ok. Já, þetta voru þeim tíma ok, herru, hver er finnastur í landsliðinu? Í landsliði? Hvað er landsliði? Fótboltalandsliðinu? Hannes. Besti, já, Hannes er þetta mjög fyndinn. Besti skyndibitinn? Búlan. Hvað kveikir í þér? Kærastan. Ertu graður eða eðlustari? Þetta var ekki á hann. Herru, hver er næsta þjálfarasleikarinn í landsliðinu? Gylfi. Er ég í landsliðinu? Nei, ég er að láta það hafa sögum spurningar. Hvaða dýr finnst þið mest sexy? Svín. Besti drykkur? Vatn. Hvað drekkur á djamminu? Bjór. Fallegastu koni í heimi fyrir utan maka? Ekki segja mammaðinn. Nei. Glimt að skamma alfyrir svona. Ég veit að það er svo leiðilt segja mamma. Þetta er svolítið engin í hug sko. Hvað, bara engin falleg kona bara í heiminu? Jú, margar. Natalie Portman. Já, sem dæmi, hún er æðisleg. Í hverju sefuru? Nærbuxum. Finnst þér gaman í sleik? Já. Já. Finnst þér ekkert spes eða? Jú, en þú veist þetta var ekki gott svar í það. Já. Ég er ekkert skilur. Það er svo sett að gera það bara fyrir kæristulega þá. Nei, en sko, er ekki eitthvað sem Já. Þú veist, ert þú bara eitthvað, ég verði að dæta eitt sleik. Ég vil að komast í sleik. Það er það sem gerir spurningur og skemmtilega. Hún er svo ömurleg. En svarið já. Já. Nei, ég sagði ekki. Ég sagði já. Já, ok. Þannig að þið finnst gamli sleik? Mér finnst gamli sleik. Hver er verið Íslandsmeistari í fótbolta? KR. Uppáhaldsleikari? Svo er þetta maður að finna eitthvað. Hver kom fyrstur upp í hugan? Bara einhver íslenski leikarar. Nei, bara, ok. Já, þeir kom upp í hugan. Já, ok. Til dæmis, mér finnst allir mjög fyndir sem, ég vil segja Hilmir Snær. Hilmir Snær er líka geggjaða leikari. Jón Gnarr líka. Já, ég var að hugsa hann líka, sko. Og besti leikmann sem þú har spilað með? Sem ég spila með í fótbolta? Já. Örugglega Ólafur Ingi Skúlason. En erfiðast andstæðingurinn? Bara, þú ert mjög erfiður í bumbuboltanum. Í bumbuboltanum mánudum? Já, þú reynir svo mikið á þig. Nú erum við ekki hérna til þess að reyna á okkur. Jú, en ég er svo latur. Já, menn verða, það er gaman að svitna. Já,
Þetta var eins og hérna... Það eitthvað sem þetta var að prófa. Það var eins og auglýsingin fyrir hönnunettunum. Það hollt að brosa og hreyfa sig. Við erum með auglýsingar, svo fáum Steinda Junior og netmissnótkunna. Ilmur Kristjánsdóttir snýr aftur sem ástríður í stórskemmtilegri gamanþáttaröð þar sem romantíkin svífur yfir vötnum. Bangin netvi, það eiginlega gangið hjá þér. Ástríður, fyrsti þáttur sunnudag á Stöð 2 klukkan 20:15. Stóri dagurinn nálgast. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. september. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. American Style og Vodafone kynna Aulinn ég 2. Ég hef verið ráðinn til að bjarga heiminum. Grú og gulu karlarnir eru mættir aftur. Helmingi dindnari en síðan. Aulinn ég 2. Ég næ þessari mynd aldrei úr heilanum. Frumsýnd 13. september landa. Tabata. Sporthúsið. Við lærum af þér. G2. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakk. Holy Grail hér með Jay-Z og Justin Timberlake. Það er mikill gestagangur hjá okkur Bjössa í dag. Alfreð Finnbogason var hérna hjá okkur áðan. Það er einn afreksmaðurinn og hingar mættir 2 aðrir afreksmenn. Þeir eru ekki í íþróttum þessir en þeir eru í leiklist og tónlist. Þetta eru þeir Steindi Junior sem enn og með mér á 50. Og Bent, verið velkomnir. Kottu sæll og blessaður Auðun Blöndal og Bjössi, þú líka. Getum við byrjað að tala um fæðubótaefnasöguna? Já, svona áður við þurfum að ræða tónlistina. Við erum búinir að fara yfir þetta. Við vorum að lesa, ertu búin að sjá brefið sem að Blekt.is fekk sendt? Já, þú postaði það á Facebooki. Var þetta ekki frá þér? Þú postaði það á Facebooki. Nei, Sverrir Bergmann postaði það á Facebooki. Það ert ekki að kenna mér um það. Þú veist við báðið frá Söðugröki og Sköllóttur, þá eru ekki sama manneskjan, sko. Þú lækar það. Þeir eru rosa líkir samt. Já, mjög líkir, en það var Sverrir sem að postaði. Þessi saga var reyndar mjög, lík minni sögu, sko. Já, þetta var eiginlega bara alveg eins. Þetta var meira 7 kíló. Þetta var aðeins dramatískari á þessum. Fyrir þá sem er að tune in, þá er þetta sem snýrist um það að einhver strákur sendi inn reynslu sögu af því að hann tók eitthvað fæðubótaefni og fitnaði 7 kíló. Já, þetta var versta sem hann hefur lent í á sinni lífslið. Já, hann var óöruggur og hlédrægur. Það sem gerist fyrir mig með, þú veist, ég lendi líka í þessu, það sem gerist fyrir mig er það að ég fer til Búlgaríu 2006. Og þar er ég með einhverjum mönnum sem fara inn í Þú ert að opna einhvern skrítin skemmtistað þar eða ekki? Nei, ég ætla bara svona rétt að Jú, kannski, en ég var svona rétt að skoða fæðubótaefni og strákarnir voru eitthvað svolítið svona æstar í þetta. Og ég ákvaði að splæsa þetta í dunk. American Weight Gainer 40.000. 40.000? Já, 40.000 og 4.000, kannski, ég veit það ekki. En allavega, það var einhverju þústir og þetta átti bara að gera það fyrir mig að ég átti bara að éta hennar dunk. Og ekki dunkin sjálfan? Nei, bara innihald. Og verða massaður. Og ég byrjaði samt alveg svona, ég fór aðeins út að skokka með þessu fyrst, sko. Tók 2-3 arbið. Átti ekki að vera að rífa í lón, þó? Jú, það glemdist náttúrulega að segja mér þetta allt. Ég fór, ég tók nokkra arbið heima, ég átti svona rétt að hreyfa mig. Svo glemdist aðalega það, sem glemdist var, að mér var sagt að, mér var ekki sagt að sleppa máltíðin. Þú veist, þannig að ég borðaði bara, eins og ég ger alltaf, og var að drekka þessa koktela. Já. Þessa koktelar? Þú varst að henda bara reglum og honum þetta? Blanda áfengi út í það? Já, og svo bara fitnaði 7 kíló. Já, og bættir á 7 kíló. Alveg svo þetta er sama sagan, mann. Já, þetta er... Nefn að þú vildir ekki láta banna fæðubótaefni á Íslandi. Nei, en þessi gaur hefur það samt að hann er 1,90. Það kemur fram að hans 1,90. Þú ert ekki 1,90. Nei. Þú veist, ég er 1,60 og fitnaði 7 kíló. En það hefur hann alltaf verið vinsæll á kvenþjóðinni, segir hann. Já, þangað til hann fitnaði. Já, þangað til hann fitnaði. En það er það líka sammeilegt Steindi og þessi maður og hvorur tekur einhverja ábyrgð á þessu. Já. Steindi kennur þessum manneskinn sem vinnur einhver fæðubótaefnaverslun í Búlgari. Já, en Jú. Árið 2013 þá ég nú haldið það að flesti myndi vita það að þeir ætla að kaupa sér fæðubótaefni að þá þurfur nú að taka á því. Þú getur ekki bara setið heima og getið eitthvað duft og haldið þér á grænlist. Ég líti á sjálf með sem svona kynnták verkamannsins, sko. Það er feitletrað í greininni að það var hvergi tekið fram að það átt að lifta. Nei. Það er feitletrað, sko.
Það stóð hvergi. En hvað nóg Steinda? Hvernig hefur Benta? Hann náttúrulega brotist inn hjá daginn. Já, ég bara nokkuð við. Hvað fannst okkar Lalli Jones komin hérna? Hvað hún þetta þér að hann brotist inn? Varst ekki búin að heyra þetta? Við ringtum henni í beinni síðasta 5. Ég var ekki búin að heyra það. Ég var Steindi. Ég vissi það ekki. Og brotist inn til þess að 5. Brotist inn. Sæll. Og hvernig voru það? Hann réðst á hann og hélt honum. Hann fór ekkert að grenja svo Í alvörinni? Réðstu á þjófinn? Ég myndi ekki segja að ég hef ráðist á þjófinn. Ég er í sjálfsvörn, þetta er inni á mér. Sko í Bandaríkjunum hefur mátt skjóta. Þú varst heima? Já, ég skaut hann ekki. Já, hann kom að hún niður í, bara fyrir fram að þvótt á hún. Var þetta nóttu það? Með þetta klokkan 9 morgun. Já. Og hvað gerði þetta steikt? Það sem er steiktast að vita þetta er alveg sönn saga, sko. Er sko að Kjartan Spence vakna við það að vera stungin af geitungi. Og þess vegna vakna Bent og ætla bara að fara á klóstið og þar mætir hann þjóðunum, sko. Vá. Mér finnst geitungurinn einn og sér fókamröp, sko. Já, mér líka. En hvernig var svona stemmingin á milli þegar þú varst að halda honum? Já, ég reyndar hélt honum ekki. Ég bara svona stóð ógnandi yfir honum meðan hann lá á gólfinu og þóttu á sig. Já. Og í 15 mínútur. Var hann í einhverju annarlega ástandi, eða? Já, hann virkaði nálega temmilega snirtilegur, sko, en hann hefur ekki verið edrú. Var hann bara leiðin í vinnuna og svo að stoppa við þér? Var hann komið á ársáttíð? Já, hann að lögga vansast korter á leiðinni, þannig að þetta var mjög þú sagði okkur, þið töluðu ekkert saman. Talaði ekkert við hann? Ég spurði hann hvað hann héti og hvort hann hefði valið þetta hús á Tilviljun. Hann sagði mér að hann héti Jón Gíslason og hann hefði valið þetta hús af Tilviljun, fyrir Tilviljun. Og svo stóðu það bara mjög svona magnfrungin í stemmingu. En var ekkert svona, þú veist, eftir svona 5 mínútur, þegar þú varst svona standið úr með 5 mínútur, varst ekkert eitthvað, hvað, ertu búin að sjá Two Guns, eða hvað? Það er nefnilega nákvæmlega sem ég myndi gera, sko, þegar ég er svo lélegur í svona óþægilegri þögn. Ég myndi strax spyrja eitthvað svona, já, hvað segir út bara með alveg allt. Hver heldur að sé að fara að taka titilinn í vor? Nei, ég tala ekkert þannig, ég hekk bara á netinu í símónu mínu með þetta, sko. Varstu bara að gramma þetta? Ég hef ekki hikað það, veist að þú ert það harður og taka bara mynd á honum, taka bara Instagram, 2 félagar að bíða til löggunni. Það verður grjótart maður. Ég reyndar hefði mjög lítið viljað brjótast inn á þér, sko, og lendi í þér. Já, ég líka. Og þetta er svona, Bent er svona maður sem vil hafa heima þér. Já, ég myndi alveg mikið vilja brjótast samt inn til þín, Steindi. Steinda, það var ekkert mál. Nei, ég myndi bara segja... Það var ekkert mál. Það er engin hættu við. Engin hættu við, sko. Hvernig þarf ég að vera þessi, maður? Ég myndi bara... Nei, það er rétt, sko. Það er voða fínt að hafa Bent, kerfi eða einhvern stóran hund, sko. Ég held samt að ég hafa ekkert brugðist neitt öðru sem við en þið hefði gert í sum aðstæður, sko. Nei, kannski ekki. Nei. Ég hefði örgulega verið eitthvað... Hvað ert að gera? Nákvæmlega, ég hef bara tekið, hvað er drullar út? Hvað ert að gera einnilega? Ég satt um að fara út. Þú átt þetta gert? Það er út. Drullar út. En, já, svo er það næsta mál á dagskrá og það er nýtt lag. Já, og svona nýtt lag. Veru ykkur hér, ekki það sé ekki gaman að fá okkur alltaf. Og, já, Bent, þú náttúrulega ert hérna hjá mér á 50. Ég ætla að leifa Bent að tala, Steindi. Já, algjörlega. Hvað eru að fara að hlusta á? Þetta var náttúrulega... Það var óþarfið. Þetta var á laugardaginn. Já, það var í Hljómskálanum á laugardaginn. Þetta er lagið Sigta Salta með Steinda Junior og Latta. Já. En Unnsteinn Manuel úr Retro Steffsson gerði lagið sjálft. Ok, og hverjir gera textan? Ég. Þú gerir textan, Unnsteinn lagið? Steindi reyndi að fatta það bara línu, hættu það sem þeir var besta línu. Æ, sorry, ég vissi það ekki á hann þegar ég sagði það. Mjög sárt. Sko, það sem Þetta sá ég að þér, já, það er mjög góð lína. En það sem okkur finnst náttúrulega merkilegast við þetta er að líka að fá að vinna, þú veist, til dæmis með Unnsteini. Við náttúrulega höldum mikið upp á Retro Steffsson sem er bara eitt besta bandið á Íslandi, á okkar mati. Enda grjótari valsarar. Já, en að vinna með Latta, það var svo gott, sko. Já, þú veist, fyrsta sko kassettan sem ég eignaðist var bara Latta. En voru ekkert feimnir að, eins og þú leikst þér í vídjónu, ekki, Bent? Jú. Og var engin feimni að segja Latta að henda sér á kanó hérna og... Nei, Bent hefur skammað bara alla þjóðina sem hefur komið á sett, sko, þannig að, hérna... Nei, auðvitað ekki. Þú hefur náttúrulega lamið hann, Steindi. Já, var hann þægilega bara? Já, það er enda rétt. Latti er náttúrulega snilling. Steindi lamdi Latta. Nei, ég landa hann ekki. Jú, í tökum. Gaf hann óvæntan næsara. Þannig að Latti hefur ekki þórað hann að segja já þegar það hringdi núna. Latti átti einhverja óþægilegustu línu sem að ég lenti í þegar við vorum að taka upp Tekin á sínum tíma. Þá var rekkur með þess að Hjörvar Hafliðarsson lék í. Þá var Latti átti að koma og búa til auglýsingar fyrir Símann. Að gera talhólf og annað fyrir Símann og var að leika karakterinu sína og Hjörvar Hafliðarsson var sem sagt alltaf að segja að þetta væri ekki alveg nógu góður Eiríkur Fjalar og eitthvað og enda með því að Latti bara hvað ert þú að fara að kenna mér hvernig ég á að taka og skemmtilegur hekkur en sko hann átti að fá vissa upphæð
fyrir að lesa inn á talunni, ég ætlum ekki að segja hvað sem mikill peningur en það er alveg dágóð uppæð. En það, ég minna, besti skemmtikraftur landsins. Svo kom ég hann var búinn að vera að lesa eitthvað, ég eitthvað, tekinn, eitthvað, þú bjóst ekki þessu, eitthvað svona, það var alltaf óþægilegt að koma og segja tekinn. Svo var það allt búið og hann alveg hafði húmor fyrir því og svo var búið að taka saman kamerun og allir að fara og þá kom hann svona labbandi til mín. En hvernig er það með þessa uppæð sem ég ætti að fá fyrir símaherferðina, borgið þið það eða hvernig verður það allt saman? Ég er bara svona Nei, það var bara hluta gríninu sko. En hann átti inn í það mér greiðan og ég lék fyrir hann í vídeónu fyrir Latti 60 eða hvað sem var hann þannig að það jafnaðist út. Á fólk vona á tekin seríu hvað, 3 þá? Ekki eins og staðan í dag, nei. Ef þú mútti gera tekin, nýja seríu, þá þyrftur að láta fólk, þú veist, bara brotna niður. Það má ekki stoppa ekki. En ert þú íslenski Aston Kutcher, Eddi? Nei, held ég ekki. Og þú veist, myndir þú fara að leika einhvern eins og kannski Kára Stefánsson eða er þið gerð myndir Stefánsson? Já, það var þetta gott, ég myndi leika Kára Stefánsson. Ég ætlaði að sjá Jobs í kvöld, nei, ég er ekki búin að sjá hana. Hún var mjög lélega að dóma. Fær hún? Mjög lélega. Mér langar, ég var vonast að hún væri góð. Já, ég líka. Ég ætla samt að kíkja á hana. En það er komið að laginu, er eitthvað sem þið viljið segja áður í ít á playina? Nei, bara Hver er pælingin? Aðeins svona, hvað kemur þetta? Þetta er náttúrulega bara veiða og sleppa pælingin, þú veist að sigta stelpu. Eru konur fiskar fyrir ykkur? Já, sumars. Árni Þóróttur vinur minn, hann lék sér stundum í þessum leik þegar hann átti kæristu. Það var bara með óþægilega sem ég lendi í að fylgjast með þá var hann að taka eitthvað sem hétt Catch and Release. Þetta er nefnilega alveg, þetta er ógeðslega tæft að gera þetta í alvörunni. Við á að segja þess að ég er búinn að heyra þessu. Nei, þetta var bara óþægilegt á allan hátt. Páll Óskar að sleikja rúðuna í hljóðurinn, ég var ekki að grínast í því. Þetta var dagsatt, það var ástæðan fyrir ég var að hlæja. Segðu okkur frændaðinum, segðu okkur frændaðinum. Nei, ég ætla ekki að segja það. Jó, komdu með það. Akkurru? Hann alltaf, þegar hann var á föstu, þá fór hann stundum í eitthvað sem heit Catch and Release í Danmörku og það var bara óþægilegt að fylgjast með þeim. Og hvað var hann þá höstla píu? Nei, hann höstlaði hann ekkert, en svona, þú veist, var eitthvað svona að reyna að daðra við hana og svo, þú veist, hún var ekki eins og kannski búin að sína honum áhuga neitt, en áður en hún gat sínt áhuga, þá kom hann bara, sorry, ég á kæristu, en takk fyrir áhugaðan. Og það bara svona, hún var bara, herðu, hún var ekki eins og búin að segja neitt við þig. Mjög skrítið. Já, ég ætla að kræfur maður. Skrítinn en virkilega skemmtilegu strákur. En það er komið að laginu. Akkurat og bara, já, allir þeir sem ætla að fara að sikta. Já. Bara ekki gleyma YouTube og gefa þessu ratings. Já, að gera, kíkja á YouTube og sjá vídeo líka. En þetta er lagið og betur kannski bara næsti hittarinn í strákunum. Ég ætla að sikta sexy konu en klukkan tifar. Það fer að styttast í lokun. Ég þefu bráðina, sjáðana, ég sikta. Ég verð að fá hana og ná henni, ég sikta. Þú ert lang með sexy og svo fallegasta. Og þú gæti jafnvel verið hagkaupstelpa. Ertu frá Ísland eða ert á móti fegurðarkeppnum? En þú varst 100% kosin frá 10. bekkur. Salta, Steindi Junior og Latti. Finnst þér þetta ekki skemmtilegt lag þetta? Þetta er hressandi, ég fíla þetta. Jú, þetta getur orðið svona nett lím á heilann. Já, þú getur alveg tekið smá spór á dansskólinu á einhverju skemmtistafi þetta. Nei, er þetta danslag? Já, hvernig dansa maður við þetta? Svona karabíski tónar, þú getur að dansa smá tango. Já, við viljum nefnilega að fólk fara að dansa smá tango og fara að sikta svolítið á dansskólinu. Og auðvitað salta líka, en við Þú stendur eiginlega bara svona staðunum og hristiði pínu yfir, seldi. Já, ég held að það var þægilegt að dansa við þetta, sko. Og mjög þægilegt að sikta við þetta, sérstaklega. Ég ætlaði svona að spyrja ykkur áður en ég slepp ykkur. Lagið brýtur í sig. Já, en svona nóg lagið. Hvað er að frétta þessari nýju seríu hjá okkur? Það er bara allt gott að frétta henni maður. Við erum að klára að skrifa hana bara. Það er það sem er að frétta henni og ætlum að klára það núna bara í september. En þetta verður ekki sketsjasjó eins og þeir eru búin að vera með það? Nei, þetta er bara leiknir sjónstættir, íslenskir gaman þættir. Já. Þeir hafa nú ekki oft gengið upp á Íslandi en við erum samt vongáður að þetta gangi upp. Ok, hvernig ganga skrifin? Þetta fyndið? Já, það er mist bara helviti gott, sko. Við erum alltaf að hlæja þessu, sko. Það er fyrsta skrifi. Okkur finnst þetta alveg hefði fyndið. Nei, þetta geng bara mjög vel og við erum mjög spennti fyrir þessu og við höfum bara ekkert viljað svona tjá okkur mikið hana því að við erum bara ennþá að skrifa hana. Leið og við sendum hana frá okkur þá
fara að tjá Það segja þið meira frá henni. Ég skil þig, en Bent, tónlistinni, eitthvað komar frá Rottweiler eða eitthvað sóló, eitthvað spennandi? Já, það eitthvað að gerast á Rottweiler-hundunum. Já. Við ætlum að koma með nýtt lag til að fylgja eftir því lagi sem við gáum í sumar. Já. Þú veist. Og næsta lag heitir á Blúsandi siglingu og mjög skemmtilegt. Hvenær kemur það? Hvað á hverju. Og ekki vona á líka mjög skemmtilegu vídeói? Jú, við höfum eftir að gera vídeo en það verður örugglega ekki líka. Glæsilegt, gaman að fá okkur Steindi Junior, við sjáumst á 50-daginn. Yes sir, herru, ég búinn að skrifa alveg svakalegar augljósar staðreyndir. Já, mér geti ekki verið meira sama. Og krakkar, verið duglega að sigta og salta í vetur. Aðalega salta. Akkur salta? Nei, þetta eru krakkar. Já, auðvitað, já. Framhaldsskólamótið í Paintball 2013. Loksins komið að því. Stærsta paintball-mót ársins hafið. Þú skráir þitt 7-mannalið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbyrðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintball-móti ársins. Verður þú paintball-meistari 2013? FM 957, Skemmtigarðurinn Grafavogi og Pepsi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Rey hér með lagið Summertime Sadness. Þakka Bent og Steindi Junior kella fyrir komuna. Þeir eru nú farnir en já, það vil nú bara svo leiðilegt til að Björn Bragi rölt eitthvað fram með þeim og er ekki inn í stúdíónu, þannig að ég sitt hérna einn eins og en hann hlýtur nú að fara dett inn. Við höfum eftir að fá lagi á leiðinni heim og það var nú svona pælingin að fara í netmisnotkunna núna. Þannig að það var ekkert verra að hann fara að detta hérna inn strákurinn. En já, það ung stúlka sem hefur nú verið í netmisnotkun áður sem fórnarlamb dagsins og það er mikið búið að ganga á hjá henni síðustu daga og eins og svo oft áður þá leifur hún okkur að fylgjast vel með á Facebookinu sínum og það er kannski ekki allir sem að hlusta á þáttinn meðan á Facebook en þetta hún Vala Grand og það hérna, ég ætla að lesa fyrir ykkur já, bara svona sem hefur verið að gera síðustu 3 daga hjá Völu en þetta byrjar allt 7. september, það er 9. september í dag, já þannig að það eru 3 dagar síðan og þá setur Vala Grand inn á Facebooki á sig. Ég, Vala Grand, vil biðja afsökunar beðni til fyrrverandi á þetta vera sannlega, mannin minn, Eyjó Svan, fyrir að hafa málað hann rauðan á vissa marki, því ég elska hann, en ég veit að vinir mínir muni skilja stundum að lífið getur verið ósangjart gagnvart mannfólkinu og nú skilji af hverju maðurinn sem ég elskaði lét eins og hann var þegar við vorum saman út af uppeldi hjá pappanum hans. Hann var ekki góð þegar hann var krakki svo ég vil endilega biðja og opinbera það sem ég... Já, ok, þetta bara... Jæja, þetta endar alltaf á þannig að Vala Grand segir og gaurar, þið gaurar sem hafa sýnt mér áhuga get the fuck off, kapslokk þar, cause the bitch here is taken, broskall. Þannig að þau eru samkvæmt þessu byrjuðu aftur saman og þetta fær 134 likes, alltaf að gerast hjá Völu þarna og svo það Eyjó Svan, maðurinn hennar, hann kommenta svo inn á Facebooki hennar sama dag setur hann já, svona kemur lífið manni endalaust óvart. Miss Vala Grand og ég erum bara orðnir perluvinir og öll okkar leiðindi farin sögunar veg. Afsakaðu hegðun mína, dúllan mín, síðastliðina mánuði, ansi margt búið að berja á mínar dyr, dúllan mín litla, love you forever and ever on with Vala Grand. Þau eru greinlega bara byrjuð aftur saman og óskuðu þeim innilega til hamingju. Svo það nýjasta hérna á Völu, hún hendi hérna í áðan fyrir 2 tímum síðan. Hver hér veit nagladum í Kef City? Alla svo bókuð, vantar að komast í neglur, oh my god. Þannig að ef það einhverjar stelpunna sem að setja neglur, þá erum að hafa samband bara við Völu. Ég veit ekki, ég náttúrulega óskaði alls eins besta, hvar Björn Bragi? Hvað hann eitthvað rugglaður? Og það ekki gaman að vera einn í netmisnotkun, ég veit ekki það. En svona, ég veit ekki með að vera opinber allt svona alltaf á Facebookinu, ekki sumt sem að bara betra að ræða sín á milli. Já, ég spyr, en fæ engin svör. Ég sitt hérna einn.
Ég verð bara ímynda mér að Bjössi segja, jú, þetta er rétt hjá þér, já, það ekki. Ekki svona sumt sem á bara ekkert að vera að fara á Facebook eins og þegar fólk er að hætta saman og byrja alltaf saman. Það er ekkert endilega bara að tala Völu Grand, heldur bara svona dagstælega. Maður sé líka stundum statusa frá fólki bara, þú vil geta sumir verið ómerkilegir, þú veist alveg hvernig vera að tala og okkur hinnum bara, okkur kemur þetta ekki við einhvern veginn. Þetta var misnotkun og það er ömurlegt að vera einn í henni. Ég læt Björn bara heyra það þegar hann kemur hérna. Hvað er þú búin að vera? When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment in religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for 'em. Call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. In the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. Senda mig einan í netmisnótkunna. Fyrirgeðu, ég vildi bara aðeins smá challenge. Hvað varstu að gera? Ég þurfti að fylgja Steinda og Bent út og svo læsti ég múti. Í alvöru. Ok. Í alvöru. Geðsins. En það er komið að lokum hjá okkur Bjössa hér í dag. Við erum aðeins, eins og ég sagði, eftir að fara í lagi á leiðin heim. Búið fljótt að líða, mikill gestagangur, fengum Alfreð Finnbogason í heimsókn, skemmtilegu drengur þar á ferð. Þetta var nefnilega helviti góð þáttur í dag. Já, hann er mjög skemmtilegur. Og Steindu þeir alltaf stemming af þá. En já, ég þarf ekki að spyrja þig hvort að fara að gera í kvöld. Það er bumbubolti í okkur. Með fín svona uppbyttu fyrir landsleikinu eða fólk vil koma að horfa. Já, þetta er svona eiginlega leikur vikunar. Það verður, já, er þetta ekki Vesturbærin á móti restan í kvöld? Jú, á móti restin af landinu. Það er ekki leiðilegt að keppa að káringa. Nei, við gleymdum samt alveg að fá einhverja úr landsliðinu til þess að mæta og vera með okkur í liði. Já, við hefum átt að fá Alfreð lána að byrja kvöld. Já. Heldur það ekki verið vel síðu hjá landsliðsþjálfarinn og heyrðu, ég meiddist í bumbubolta með einhverjum gaurum í kær. Búin að vera tábrotin, en svo kíkti ég maut og Bjössa í einhvern fótbolta. Já. Það er mjög vinsælt, en ég minna á þáttuna morgun, þá verður Sveppi Krull hérna með mér frá 4 til 6. Það er ekki vel á móti Rikka G, ég held að hann sé að mæta hérna í stúdíóið, en lagið á leiðinni heim er rándýrst að þessu sinni. Það er í róleri kantinum en enga síður hrikalega flott. Það heitir Yellow Ledbetter og með hljómsveitinni Pearl Jam. Og já, það var ungur maður sem sendi hér á hann að þetta leiðrétt einn rasshaus sem að mætti hingað í viðtal. Það var með mestu þjálfara sleikjuna. Já, Gylfi var ekki sátt við það. Nei, Gylfi vildi meina að þetta verið mesta kjaftaði sem hann hafði heyrt á ævi sinni og spurði orðrétt hvað sé verið að fá svona rasshausa í viðtal. Takk fyrir hlustin í dag, heyrjumst á morgun. Skólamótið í Paintball 2013. Loksins er komið að því. Stærsta paintball-mót ársins er hafið. Þú skráir þitt 7-mannalið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbyrðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintball-móti ársins. Verður þú paintball-meistari 2013? FM 957, Skemmtigarðurinn Grafavogi og Pepsi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni?
Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka.